Let's start and have a prayer together before we enter into these topics. Við skulum hefja þetta með bæn. Dear Lord, I thank you that we can be together this afternoon as well. Kæri Faðir, við þökkum fyrir tækifæri að vera hér saman í dag. Pray that as we explore these topics, Við biðjum þess að þegar við rannsökum þetta efni, pray that you will help us to become people who are more loving, að það mættir hjálpa okkur að vera fólk sem kærleiksríkt, people who are more compassionate, fólk sem að sýnir meiri samhygð, people who are more patient, fólk sem þolinmóðara, so that we can have good relationships, good community with the people. þannig að við getum átt gott samfélag og góð samskipti við fólkið. Pray that you will give to each of us what we need to hear today. Ég bið þess að þú mætti gefa hverju einu okkar það sem við þörfnumst hér í dag. That we can grow ourselves and also can help others to grow. Þannig að við getum vaxið sjálf og hjálpað öðrum að vaxa. Thank you for hearing our prayers. Amen. Við þökkum að þú hlustar á bænir okkar í Jesú nafni. Amen. I will do two presentations now. Ég ætla að flytja 2 erindi hér í dag. The first one I've called Understanding Challenging People. Og það fyrra að, sem ég kalla að skilja fólk sem okkur áskoranir. And the purpose here is not to identify and label people as challenging and difficult. Og tilgangurinn ekki sá að við séum að fara að merkja fólk sem einhvers konar áskorun eða erfitt fólk. The purpose is more to try to help us to understand and reflect on what is behind what's underneath when people may be difficult and challenging. Heldur frekar það að við reynum að skilja hvað liggur að baki þegar fólk áskorun eða erfitt. And possibly to also understand that, well, at times it's not just other people who are difficult and challenging. Og það kannski líka ástæða til að reyna að skilja það að það ekki bara hinir sem erfiðir eða okkur áskorun. It could just happen to be that at times I'm the challenging and difficult person. Það gæti jafnvel gerst að stundum þá það ég sem erfiður eða öðrum áskorun. So, like I have a lot that I could present. Það mjög margt sem ég gæti sagt hér. But we have limited time. En við höfum takmarkaðan tíma. And so when you all are asleep, then I will stop. Og þegar þið öll sofnuð þá hætti ég. I'm not going to continue that long. Nei, ég verð ekki svo lengi. So, but if you are too tired, if you cannot stay awake, then don't worry. En ef þið svo þreytt að þið getið ekki haldið ykkur vakandi, þá ekki hafa áhyggjur. I will try to be compassionate. Þá reyni ég að sýna ykkur skilning. And I'm not at all going to think that this presentation is boring, that is the reason. Og ég mun alls ekki halda að þessi fyrirlestur sé leiðilegur og það sé ástæðan. I'll just think that, well, you probably need the sleep. En heldur það að þið þurfið sennilega á svefninum að halda. And when you are sleep deprived, it's healthy to sleep. Og þegar maður svefnvana, þá hollt að sofa. But feel free to, whenever, if you have a comment, a question or something along the way, just raise your hand and interrupt. That's very welcome. En ekki hika við að rétta upp höndina og spyrja eða eitthvað sem að þið viljið spyrja að eða hafið ástæðu til að segja eitthvað það sem ég flyt, þá hikið ekki við það. Okay. I will start with 2 quotes. Ég ætla að byrja með 2 tilvitnunum. One is from Ellen White. Önnur frá Ellen White. And one is from an atheist. Og hin frá trúleysingja. So we have sort of a range of thinkers. Svo hér svona ákveðið spektrum af hugsuðum. I was thinking that I would allow you to choose which one you would want it first. Og ég ætla að leyfa ykkur að ákveða hvort þið viljið heyra fyrst. So, but I'm not controlling the presentation from here, so ég ætla hérni frá ekki að stjórna fyrirlestrinum. So you'll just follow what I've decided already. Svo ég ætla ekki að fylgja bara því sem að. And we'll start with Ellen White. No, okay, hann ætlar ekki að gera það. Hann ætlar bara að byrja með Ellen White. This is from a letter she wrote in 1902. Og þetta úr bréfi sem hún skrifaði 1902. And it's really, I really like this quote. Og mér þykir þessi tilvitnun mjög góð. She says, there are professing Christians who think it is their duty to make every other Christian like themselves. Það kristnir einstaklingar sem halda þessi skylda þeirra að láta alla aðra kristna líkjast þeim sjálfum. This is
man's plan, not God's plan. Þetta áætlun manns en ekki Guðs. In the Church of God, there is room for characters as varied as the flowers in the garden. Í kirkju Guðs þá rými fyrir einstaklinga og lindiseinkunnir sem jafn fjölbreyttar og blómin í garðinum. And in his spiritual garden, there are many varieties of flowers. Og í andlegum garði hans þá margar gerðir blóma. We tend to not like people who are different from us. Við höfum tilhneigingu til að líka ekki við fólk sem ólíkt okkur. Like oftentimes we think, well, if everyone was just like me, how much easier things would be. Og við höfum tilhneigingu til að hugsa ef allir væri eins og ég þá væri allt svo miklu auðveldara. But if we just look at nature, En ef við lítum til náttúrunar and as we say, if we look at people God have created, og allt það fólk sem Guð hefur skapað, there's a huge variety. þá gríðarleg fjölbreytni þar á meðal. The challenge in that is that it's not always easy to understand people who are very different from us. Og áskorunum felst í því að það ekki alltaf auðvelt að skilja fólkið sem ólíkt okkur. And the reality is that we think differently, we feel differently. En staðreyndin svo að við hugsum með ólíkum hætti og við finnum til með ólíkum hætti. We see things differently. Við sjáum hluti með ólíkum hætti. And sometimes there's a mismatch, we don't understand one another. Og stundum þarna einhver skörun sem að við skiljum ekki. I think if we are able to develop maturity, og ég held að ef okkur væri kleift að þroska með okkur, að þroskast in the way we relate to other people, í hvað það varðar hvernig við nálgumst annað fólk, then maybe we are more able to appreciate the variety of perspectives, thoughts that people have. Og þá ættum við kannski auðveldara með að leggja eða meta þá ólíku hugsanir og gjörðir sem við höfum. Then I'll give you the atheist. Og svo ætlum ég að vitna hér í trúlýsingjan. I think he would be maybe my favorite atheist. Og hann sennilega uppáhalds trúlýsingin minn. Alain de Botton. Alain de Botton. He lives in England. Hann býr í Englandi. And he's become famous for an organization called the School of Life. Og hann orðinn frægur fyrir stofnun sem heitir School of Life eða skóli lífsins. And I think they preach a lot of good Christian values. Og ég held að þeir boði mjög mikið af góðum kristnum gildum. They have a YouTube channel. Þeir með YouTube-rás called the School of Life. Sem heitir School of Life. And there's short videos about all kinds of things. Og það stutt myndbönd þar allt mögulegt. About how to live life. Hvernig á að lifa lífinu. And I must admit, when I look at what they're doing, I think, well, I wish the church was the one who did this. Og ég verð að viðurkenna oft þegar ég horfa það sem þau hafa gert að þá hugsaði með mér ég vildi óska þess að kirkjan hefði staðið fyrir þessu. So I don't agree with everything they present. Ég ekki sammála öllu sem þau boða. But Alain de Botton last year he published a book called The Course of Love. En síðasta árið þá gaf hann út bók sem heitir Course of Love. And he had this quote that I like very much. Og það þessi tilvitnun sem ég líkar vel við. He says this, that few people in this world are ever simply nasty. Það fáir í heiminum sem bara andstyggilegir. Those who hurt us are themselves in pain. Þeir sem að meiða okkur sjálfir í þjáningu. The appropriate response is hence never cynicism or aggression. Þeirra viðeigandi viðbrögð, hin viðeigandi viðbrögð þar alveg aldrei reiði eða skeytingaleysi. But at the rare moments one can manage it, always love. En við þau sjaldgæfu aðstæður þar sem að getur stjórna sér þá ætti það alltaf að vera kærleikur. It's not bad for an atheist. Þetta ekki svo slæmt fyrir trúleysingja. Can we learn something from this? Getum við lært eitthvað af þessu? I like this perspective when he says, well, people often who hurt others are people who themselves are in pain. Ég held að þetta sé alveg rétt að fólk sem hefur tilhneigingu til að meiða aðra þjáist oft sjálft. It's often very difficult to recognize that when we are in the situation when someone is hurting us. Það erfitt að horfast í augu við það þegar við erum í þeim aðstæðum að það einhver sem meiðir okkur. To keep in mind that, well, what is going on inside in the life of the other person who does this to me. En heldur að hafa í huga hvað í gangi í lífi hinnar manneskjunar sem gerir svona við mig. In a sense, that's because if we keep this in mind, then we should try to avoid cynicism and aggression. Ég held að ef við höfum þetta í huga
þá gangi okkur betur að hafa hemil á reiði viðbröðum og skeytingarleysi. These are very much what we would say natural responses to Þetta að mörgu leyti það sem við getum kallað eðlileg viðbröð við aðstæðunum. when people do something negative, something bad towards us. Þegar fólk gerir eitthvað neikvætt í okkar garð. But here the atheist says what we should try is to meet people with love. En hér það sem trúleysingin segir að í slíkum aðstæðum ættum við að reyna að mæta fólki með kærleika. And I think if an atheist can say this, Og ég held að ef að trúleysingi getur sagt þetta, then how much more should we as Christians and Adventists try to practice this, to live this? því fremur ættum við sem kristin og sem aðventistar að fylgja slíkri meginreglu. There's another, I think they call it a meme that you might have seen on the internet circulating these sayings. Hér annað, þetta svona mím sem hefur farið netið og þau hefur kannski rekist á þetta. I think I like this one also very much. Ég kann vel við þetta. Says, everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Allir sem þú hittir eru að berjast baráttu sem þú veist ekkert Therefore, be kind. Vertu því góður. Always. Alltaf. Is this easy? Þetta auðvelt? It's challenging. Þetta áskorun. I think, but again, this perspective to understand, well, as I'm struggling in life with things, En ég held að með þessu sjónarhorni að það sem við erum að glíma við í lífinu, so is everyone else. að það eru allir aðrir að glíma við ykkur líka, rétt eins og ég. We have this in common. Við eigum þetta sameiginlegt. But sometimes it comes to expression in ways that can be hurtful to me. En stundum þá birtist þetta með hætti sem að særir mig. Or hurtful to others. Eða aðra. So but therefore again to try kindness. En þess vegna aftur að reyna góðvild. We'd like to quote also Hjalmar Söderberg. Við langar líka til þess að vitna í Hjalmar Söderberg. He's a Swedish Hann sænskur. Yes, brother, Swede. Sænskur bróðir. Yes. He wrote this novel, Dr. Glass. Hann skrifaði þessa skáldsögu, Dr. Glass. And I've translated what he said to English. Og ég hef þýtt yfir á ensku það sem hann sagði. I think we should have had it in Swedish, but Við hefðum átt að hafa þetta á sænsku. for the ease, we'll do it in English. En He says, one wants to be loved. maður vill vera elskaður. In lack thereof admired. Og ef það skortir allavega að vera hort upp til manns eða litið upp til manns. In lack thereof feared. Í skorti þess að menn óttist mann. In lack thereof loathed and despised. Og ef það skortir þá að minnstakosti að vera fyrirlitinn og hataður. One wants to instill some sort of emotion in people. Maður vill gjarnan koma af stað einhvers konar tilfinningu meðal fólks. The soul trembles before emptiness and desires contact at any price. Sálin skelfur frammi fyrir tómleikanum og þráir samskipti hvað sem það kosta. I think this is to translate like a poem, but that's one of the most difficult things to do unprepared. Thank you. Thank you. Þetta var ljóð og það stundum snúið að þýða ljóð vel þegar maður óundirbúinn. Hann meira sér að tók eftir. So, but I think what he says here makes a lot of sense. En það sem hann segir hér, það mjög skiljanlegt. He says that, well, we all want to be loved, we all need to be loved. Hann segir, við þráum öll að vera elskuð og við þörfnumst þess öll að vera elskuð. But I mentioned that in the sermon this morning. Some people struggle with being loved. Og ég nefndi það í ræðu minni hér í morgun að sumir einstaklingar þeir glíma við það að vera elskaðir. Sometimes they seek something different. Stundum leita þeir einhvers annars í staðinn. And that could be to be admired. Og það kann að vera það að vera litið upp til manns eða dáðst að manni. Maybe that's the second best. Kannski það næst best.
Or how about being feared? En hvað með að vera að menn óttist mann? That other people perceive you as powerful Að aðrir þeir upplifi þið sem valdamikinn and maybe dangerous. og jafnvel hættulegan Or, as it says, even loathed and despised. eða jafnvel fyrirlitin eða mönnum líka illa við mann. This perspective, what I think it says here in this few words, Og ég held að það sem hann segir hér í þessum fáu orðum that we need some kind of response in our contact with other people. að við þurfum á að halda einhvers konar viðbrögð frá öðru fólki. We need someone to react emotionally to our existence and our presence. Við þörfnumst þess að einhver bregðist við okkur og tilvist okkar með tilfinningalegum hætti. And sometimes we're not able to achieve what is best, a loving relationship. Og stundum þá tekst okkur ekki að ná fram til besta í kærleiksríku sambandi. But then maybe sometimes what we do, we create other relationships that are maybe more negative and even destructive. Og stundum þá framköllum við þess vegna annars konar sambönd sem eru neikvæð eða skaðleg. Because we are created for relationship. Því að við erum sköpuð fyrir sambönd. And even a bad relationship sometimes is better than no relationship, being alone. Og jafnvel það svo að slæm sambönd eru betri heldur en að vera einn. There are two questions I would recommend to have in mind whenever we come into a situation that is challenging with other people. Og það tvennt sem langar til, tvær spurningar sem ég vil að við höfum í huga þegar við nálgumst samskipti sem eru áskorun. One simple question would be, what is my contribution to the challenges and difficulties? Og svo fyrsta hvað hef ég lagt að mörkum til þessara áskorana og erfiðleika? The easiest thing is usually to place all the blame on the other. Og það auðveldast alltaf að skella skuldinni á hina. It might be that the other one is sole responsible for all the problems. Og það kann vera hinn aðilinn sé algjörlega sekur og bera algjöra ábyrgð á öllum vandamálunum. But it definitely doesn't hurt to just ask the question, well, am I doing something that might contribute to making this a difficult situation? En það skadar ekki að varpa spurningunni upp, hef ég lagt eitthvað að mörkum til þess að gera þetta erfitt? And then a companion question. Og svo það önnur spurning. So to what extent am I a challenging and difficult person? Og hún þessi, að hvað marki ég sjálfur erfið og persóna og fullur áskorana fyrir aðra. So it could be that, again, it could be that it's only the other person that has a problem. Og aftur það getur verið það sé bara hinn manneskjan sem á við vandamál að stríða. And sort of that's nice. It's if I can feel that I'm completely innocent. Og það mjög gott þegar mér bara finnst að ég sé algjörlega saklaus á neinu. But reality is, we probably don't like it, but at times most of us can be a difficult person. En staðreyndin svo að stundum og oft það við sjálf sem getum líka verið erfiðar manneskjur. And if you don't admit that is a possibility, then I'm more worried than if not. Já. Og ef þú getur ekki séð það, þá hef ég meiri áhyggjur heldur en annars. So just some sort of reflections about when can people become difficult. Og hér koma nokkuð spurningar. Hvenær það sem fólk getur orðið erfitt? This is not a complete list. Og þetta ekki fullkomin listi. But just sort of some examples to think about. En bara nokkuð dæmi til að hugsa Sometimes when people are tired, bored, frustrated or ill. Stundum þegar fólk þreytt, því leiðist eða það pirrað eða lasið. Then people can become difficult. Þá getur orðið erfitt. Could be that they are confused and overwhelmed. Getur verið að þau séu svona hálfrugluð eða það þyrmir yfir það. That they don't know how to deal with the situation. Þau vita ekki hvernig á að takast á við aðstæðurnar. Could be that they previously have been treated poorly in some similar circumstance, and because of that they react defensively. Eða það getur verið að þau hafi áður lent í svipuðum aðstæðum þar sem farið var illa með þau og þau bregðast þar lendi við með í vörn. So maybe the way they are reacting, it's just as
because of something that they have experienced in the past that maybe I know nothing about. Og þess vegna bregðast þú kannski við með þessum hætti vegna einhvers sem þau upplifðu áður fyrr sem hefur ekkert með mig að gera. Maybe they are defending themselves against something in their past. Kannski eru þau að verjast einhverju úr sinni eigin fortíð. Maybe they feel ignored, feel that no one has listened to them. Kannski upplifa þau að það sé ekki hlustað á þau, að þau séu útilokuð. We may know that from kids. Og við þekkjum það frá börnum. Sometimes kids, if they to get attention, they may behave in a way that is not Og stundum, positive, only positive stundum, and bregðast, pleasant. stundum bregðast börn við þegar að þau upplifa það að þau sé ekki hlustað á, þá bregðastu við með þeim hætti sem er kannski ekki jákvæður eða uppbyggilegur. Maybe they are in a bad mood and they take it out on you. Kannski fólk bara í slæmu skapi og það bitnar á þér. So it may not really have something to do with you, but maybe there's just something going on in them. Svo það hefur kannski ekkert með þig að gera, heldur eitthvað sem að þau eru að glíma við innra með sér. Maybe they're not just having a bad day, but a hard life. Og kannski það ekki bara slæmur dagur, kannski glíma þau bara við erfitt líf. Most likely your understanding knowledge of this is limited. Og það trúlegt að þín þekking á því sé mjög takmarkuð. The only thing that you see, what you recognize, is the behavior that is not pleasant or positive. Það eina sem þú sérð bara þessi hegðun sem neikvæð og ekki góð. Maybe they have never learned appropriate behavior patterns. Og kannski hafa þau aldrei lært viðeigandi hegðunarmynstur. Some people may have grown up in circumstances, families, or other places where they didn't learn, weren't taught proper ways of dealing, resolving problems, conflicts. Kannski bjuggu þau við aðstæður eða ólust upp á heimilum þar sem þeim var aldrei kennt hvernig ætti að takast á við vandamál eða leysa úr þeim. Most of us, we take with us what we learned in the past, we take it with us and we use the same strategies later on in life to solve problems. Flest okkar tökum með okkur af heimilum okkar, uppeldisheimilum okkar út í lífið þar sem að við lærðum þar hvernig ætti að takast á við hluti. And these strategies can sometimes be very inappropriate. Og stundum eru þær aðferðir ekkert viðeigandi. But if that's all you know, that's what you'll do. En ef það allt sem þú þekkir, þá það bara það sem þú gerir. Could be that they lack basic interpersonal skills and emotional awareness. Og kannski skorti þau svona bara grundvallar samskiptahæfni og tilfinningalega meðvitund. Again, this can be because of the way they have been brought up, have learned to interact with others. Og kannski það vegna þess hvernig þau eru alin upp, hvernig þau hafa lært að eiga samskipti við aðra. But it can also be actually that there are ways their brain is working on that are different from what's normal. En það getur líka verið vegna þess að brautir í heila þeirra, þau starfi með öðrum hætti heldur en eðlilegt telst. It's very nice to have a psychiatrist as a translator on these things, because if I say something wrong, I'm sure he'll just correct it and present the real thing. Já, það mjög þægilegt að hafa geðlækni til að þýða fyrir mig, því að ef ég segi einhverju vitleysu þá bara leiðir þetta. Maybe they see the world different from what we do and we fail to recognize and understand their perspective. Það kann að vera að þau sjáu bara heiminn með öðrum hætti heldur en við gerum og við erum þess vegna ekki færum að skilja eða átt okkur á þeirra viðhorfi. I think this is a common issue in conflicts. Og ég held að þetta sé mjög algengt vandamál í deilum. That the way we process things, the way we understand things are different. Að hvernig við vinnum úr hlutum og hvernig við skiljum hluti, að það mjög frábrugðið. And because of that, our way of dealing with it also is very different. Og vegna þess þá mjög ólíkt hvernig við tökumst á við hluti. Could be that they remind us of a difficult person in our past. Og getur líka verið að þau minni okkur á erfiða einstaklinga úr okkar fortíð. Maybe when we meet them, when we experience them as difficult, maybe they trigger some memory that we have. Og kannski þegar við umgöngumst það og okkur finnst þau erfiða, þá kannski kveikja þau á einhvers konar minningu sem við höfum. So maybe it's not really about this person, but maybe someone in my past that maybe hurt me in the past.
Svo það kann að vera að þetta tengist þessum einstaklinga ekki neitt, heldur einhverju persónu sem að ég þurfti að glíma við í minni fortíð. Want to say just a few words about personality Við langar til að segja nokkur orð persónuleika and talk a bit about what sort of are indications of a healthy and unhealthy personality. Við langar til að nefna nokkra þætti sem að benda til þess hvort að við höfum heilbrigða eða óheilbrigða persónugerð. I think the thing is with personality that is challenging is personality is not just something we have. Og ég held að það sem áskorunum varðandi persónugerð það að persónuleiki ekki bara eitthvað sem við höfum. My personality is very much who I am. Heldur persónuleiki minn það sem ég It's very difficult to distance oneself from one's personality. Það nánast útilokað að aðskilja mig frá persónuleika mínum. And therefore also if we attack someone's personality, og þess vegna ef við ráðumst gegn persónuleika einhvers, that is really attacking someone at the core of who they are. Þá erum við að ráðast að kjarna þess sem viðkomandi And that's something we should be very careful not to do. Og það eitthvað sem við ættum að gæta okkur mjög á að gera ekki. Even there are people who have more problematic personalities than others. Það fólk sem hefur persónugerðir sem erfiðari heldur en aðrir. Not denying that. Ég ætla ekki að gera lítið úr því. But always it's better to deal with problems on the level of what people do rather on the level of what people are. En það alltaf betra að takast á við vandamálin út frá því hvað fólk gerir heldur en það hvað það So what I will present now, please don't do that to label someone. Það sem ég ætla að flytja núna ekki nota til þess að setja einhverja stimpla á annað fólk. But rather use it in order to become more understanding and through that more compassionate. Heldur til þess að verða skilningsríkari og þannig sýna meiri samhygð. We'd like to start with what is an adaptive personality functioning. Já, þetta það sem við myndum, ég ætla að byrja á því að tala það sem við myndum kalla persónuleika, það starf, hvað maður segja, svo starf sem persónuleika sem hefur aðlögun eða aðlögunarhæfni. It's a bit to say what we mean, sort of what's expressions of or indications of a healthy personality. Það að segja það sem bendir til heilbrigðs persónuleika. When we use the word adaptive, we mean something that is sort of appropriate, beneficial for a situation. Þegar við notum hugtakið að geta aðlagast, þá það eitthvað sem jákvætt eða eitthvað sem til gagns fyrir einstaklingin. So I'll just share with you a list now of some traits that we, from a psychological perspective, would consider to be very generally beneficial to functioning well. Og hér ætla ég að nefna nokkur einkenni sem við myndum almennt líta á í sálfræðinni sem gagnleg fyrir einstaklingin. First we'll say being able to be flexible when you meet things on the outside or the inside forces, external forces, or conflicts on the inside. Og það fyrsta sveigjanleiki þegar við mætum allan annarkvort ytri kröftum eða innri glímu. When we talk about good mental health, þegar við tölum góða geðheilsu, we see that often being able to be flexible, to adapt and make appropriate solutions to the problems, that's something that is a very good sign. Þá það mjög gott merki þegar við höfum hæfileikan til að sýna sveigjanleika til þess að leysa úr deilumálum. Another thing that's a good indication, someone who both can experience and tolerate their own thoughts and feelings well. Það þeir sem og það líka það þegar við getum upplifað að við getum umborið tilfinningar og hugsanir líka sem sagt vel okkar eigin. So hugsanir og tilfinningar. Feelings and thoughts, whether they are positive or negative. Tilfinningar og hugsanir, hvort sem þær jákvæðar eða neikvæðar. That they're able to deal with them well, to acknowledge that they are there. Að við getum tekist á við þær með heilbrigðum hætti, að við getum
viðurkennt að þær eru til staðar It doesn't mean that you act on them, og það þýðir ekki að þú bregst endilega við því með einhverjum hætti. but you are acknowledged, well, this is going on, and, well, what do I do about that? En við viðurkennum að þetta er í gangi og hvað ætlum við að gera með það. Another indication of health Og annað merki heilbrigðis is what I would say, unified, coherent, well-defined experience of identity, that you know who you are. það er þetta að vita hver þú ert, að þú ert með einhvers konar samhangandi, vel skilgreinda samhangandi upplifun af sjálfum þér. That you experience that, well, I'm quite consistent in who I am as a person. Að þú finnur fyrir því að þú ert alltaf nú vantar mig orðið. Þú ert samkvæmur sjálfum þér í því hver þú ert. Takk fyrir Kitti. So I'm not, when I'm in one situation and when I'm in another, I'm not completely different persons. Að ég ekkert svona algjörlega gjörbreytt persóna eftir því hvað aðstæðum ég er. Another indication is that you're quite well adapted to your life's conditions and circumstances. Og annað er að þú ert mjög vel aðlagaður að aðstæðum þínum í lífinu. That you are able to function well. Að þú getur starfað vel. In whether that's work or relationships, family, society, church. Hvort sem það er í vinnunni, í samböndum, fjölskyldunni, kirkjunni, samfélaginu almennt. And then, what I say is one of the key issues here. Og svo er það eitt af því sem er kannski lykilatriðið. That you're able to enjoy meaningful and enriching relationships. Að þú getur notið sambanda sem að gefa einhvern tilgang og bæta líf þitt. Healthy, well-rounded person is someone who is able and capable of entering into positive relationships. Vel starfandi persóna er einhver sem að getur gengið inn í samskipti. On the other side, if we would say, what's the opposite? Og svo er það spurningin, hvað er andstæðan? What is the more maladaptive? Hvað er hérna svona illa aðlagaður einstaklingur? The more sort of unhealthy. Það er þetta sem er óheilbrigt. What we typically will see someone has a very limited repertoire of strategies when they deal with stress. Það eru einstaklingar sem hafa mjög takmarkaða leiðir til að takast á við streitu. You can say also that their coping strategies are very rigid and inflexible. Að leiðir þeirra til að takast á við vandamál, þau eru mjög stíf og ósveigjanleg. So people who are inflexible, rigid, not open to different ways of seeing things or dealing with things. Og fólk sem er ósveigjanlegt og stíft og getur ekki séð fleiri leiðir til að takast á við hluti. That's often an indication that there are issues in their personality. Það bendir oft til þess að það séu ákveðin vandamál í persónuleikanum. We also often see that people have poor stress management. Og við sjáum ofta fólk það er með lélega streitustjórn. If they are under pressure, they struggle a lot. Þegar þau eru undir álagi þá er það þeim oft mjög erfitt. And then, like we all can be, as I said, we all can become difficult and challenging. Og eins og ég sagði, við getum öll orðið erfið og orðið öðrum áskorun. But for some, they become that with less of a challenge or stress. En fyrir öðrum þá er það mjög erfitt að takast á við streitu. That it doesn't take much before they become difficult. Það þarf mikið minna til þess að þeir verði erfiðir. Another one, having difficulties tolerating, understanding, expressing and regulating emotions. Og svo er eitt enn, það er að eiga erfitt með að þola, skilja, tjá og stjórna tilfinningum. And we could add emotions and thoughts. Og við getum bætt við hugsunum líka. I said with the more healthy personalities, they do this pretty well. Og ég nefndi það með þá sem eru heilbrigðir einstaklingar, þeir gera það nokkuð vel. But what we often see, people who are struggling, they have difficulty tolerating it, difficulty understanding their own emotions.
Og við sjáum ofta þeir sem eru að glíma við þessa hluti, við streituna, þeir sem eru erfiðir, að þeir eiga erfitt með að þola og skilja tilfinningarnar. And they can struggle with expressing it in appropriate ways. Og þeir ströggla við að tjá þær með viðeigandi hætti. And also in regulating, like being maybe easily overwhelmed by one's own emotions. Og líka með að stjórna tilfinningunum og það þyrmir gjarnan yfir þá þegar að tilfinningarnar eru of miklar. And one more, some people, they struggle a lot with their self-image. Og eitt í viðbót, sumir glíma við sjálfsmynd sína. It can be in many different ways that they struggle, that this self-image, who I see myself as, is very vulnerable. Og í mörgum tilfellum þá virðist svo sjálfsmynd vera mjög viðkvæm og óstöðug. Doesn't take much before maybe I see myself as a very weak, not good person. Og það þarf kannski ekki mikið til að maður sjái sig sem veikulundaða eða ekki góða mannesku. So whether that is stress or perceived attacks from other people. Hvort sem það vegna streitu eða upplifaðra árása frá öðrum. That the way people feel about themselves can become easily very negative. Og þar alveg getur það hvað þeim finnst sig sjálfa orðið mjög neikvætt. Or on the other side, that people are having an overly positive self-image. That's another. Og svo getur það líka verið að fólk hafi mjög óeðlilega jákvæða mynd af sjálfum sér. What we sometimes see that some people, they can have this switch easily between like a feeling good about themselves to feeling really bad about themselves. Og fólk getur sveiflast mjög hratt á milli þess að hafa mjög góða mynd af sjálfum sér yfir í það að finnast yfir ómögulegir. I would say maybe the more healthy thing is to feel that sort of I'm sort of in between, I'm good and bad. Og það sem kannski heilbrigðast að sjá að maður sé þarna einhvers staðar á milli, maður er bæði góða og slæma eiginleika. Some struggle a lot with the way they interpret reality, that they can misinterpret and misunderstand. Sumir glíma við það hvernig þeir túlka raunveruleikan, þeir geta túlkað hann með röngum hætti eða misskilja hann. So that the way when something happens, they understand, perceive that very differently. Svo þegar eitthvað á sér stað þá upplifa þeir það með gjörólíkum hætti. We see some people have what we could say a divergent, very different morality, that they don't follow the rules. Og sumir hafa mjög svona bjagaða siðferðiskennd, þeir fylgja ekki reglunum, þeir hafa sínar eigin reglur. This definitely doesn't apply to everyone who has personality issues. Þetta á að sjálfsögðu ekki við alla sem eiga við persónuvandamál að stríða. But we'll see that in some. En við sjáum það stundum. And then we typically will see someone with personality issues that they have difficulties in relationships with others. En það sem við sjáum mjög oft og greinilega að þeir eiga í erfiðleikum með samskipti og sambönd við aðra. I think this is for ourselves. This is one of the things where we should look at ourselves. If we understand, well, I'm struggling, I have a tendency that with some people or maybe too many people, I struggle too much. That's an indication, well, maybe I need to develop, grow, mature in who I am. Og ég held að þetta sé eitthvað sem við ættum að líta til ef við upplifum þetta hjá okkur sjálfum, ef við rekum okkur á að við eigum erfitt með samskipti og sambönd við annað fólk, að þá þurfum aðeins að íhuga það eitthvað þarna sem ég þarf að þroska eða bæta með einhverjum hætti. What we will see also with some is that they will have a tendency to inflict pain and suffering needlessly on others. Og svo sjáum við líka stundum að einstaklingar hafa tilhneigingu til þess að valda öðrum sársauka og þjáningu að óþörfu. And as we talked about in the beginning, sometimes it's when people, maybe it's because they actually are suffering from a lot of pain and suffering themselves, but then they, push it over to others. Og það eins og ég nefndi áðan, að það oft þannig að fólk sjálft að glíma við sársauka og þjáningu, en svo velta því yfir á aðra. Við stökkum núna yfir á glæru. Let's see, I think we should skip can you see, move to a slide that we call self-care and boundaries. Númer 24.
To the first one, it's a green one, is the first. Þetta ekki 24, kannski 12? Tveir á undan. Other way. Forward or backward. Prófa að fara nokkra já, þarna akkurat. This one, yes. Just some sort of how to manage it when we get into difficulties with others. Og nú langar maður að tala eins og það hvernig við tökumst á við það þegar við lendum í erfiðleikum við aðra. When we have gone through the process of really sort of assessing ourselves and asking sort of to what extent am I the difficult person and to what extent am I contributing to this. Þegar við höfum spurt okkur sjálf að hvaða marki það ég sem erfiði aðilinn í þessum sambandi eða samskiptum og hvað hef ég lagt að mörkum til að gera það erfitt. If you come to sort of the point where you sort of really need to just say, well, we need to establish some boundaries and I need to take care of myself. Og stundum komum við að þeim mörkum eða að þeim stað að við þurfum að svona hugsa okkur sjálf og setja ákveðin mörk. Again, this is not sort of the recipe for solving all issues. Og þetta ekki uppskriftin af því að leysa úr öllum vandamálum. But this is just some indication, some things we sometimes have to do when we're dealing with difficult people. En þetta samt hlutir sem við þurfum stundum að takast á við þegar við erum að glíma við erfið samskipti. So I think I've listed sort of 7 lessons. Ég hef skráð hérna niður svona 7, við getum sagt, svona eitthvað til leiðsagnar. Or advice. Eða ráðleggingar. Number 1, do not try to change the challenging person. Í fyrsta lagi ekki reyna að breyta hinni persónunni. Because challenging people generally have very rigid behavior patterns. Vegna þess að fólk sem okkur áskorun hefur gjarnan mjög stíf hegðunarmynstur. And if they are going to change, it will usually have to be because they themselves recognize that the way they are behaving is not appropriate or beneficial. Og oftast þarf sú breyting að eiga sér stað vegna þess að þeir sjálfir átta sig á því að hegðun þeirra ekki viðeigandi eða til gagns. It's very difficult to change other people. Það mjög erfitt að ætla að breyta öðru fólki. If we're honest, it's very difficult to change ourselves. Og til að vera alveg hreinskilinn þá erfitt að breyta okkur sjálfum. And it's even more difficult to change others. Og það jafnvel enn erfiðara að breyta öðrum. So sometimes we should not have the ambition that we actually are changing the other person. Við ættum ekki að hafa það markmið að ætla að breyta öðrum. It may be appropriate to point out the unwanted and inappropriate behavior. Það getur verið viðeigandi að benda öðrum á óviðeigandi hegðun eða óæskilega. But you don't have the right to, and it's not your responsibility to change it. En það ekki þín réttur eða þín ábyrgð að breyta því. One thing that can be important is to not take it personally. Og ég held að annar hlutur sem mjög mikilvægur, það að við tökum þess ekki persónulega. The way they behave, probably that reflects primarily what they are, who they are, not necessarily what you are or what you have done or said. Þeirra hegðun, hún endurspeglar hvar þeir eru sjálfir en ekki endilega hver þú ert eða hvað þú kannt að hafa sagt eða gert. What you can take for granted is that when you see a very strong reaction of some sort, en þegar þú sérð mjög sterk viðbrögð af einhverju tagi, then you can be pretty sure that underneath this, that the person is experiencing some intense and maybe chaotic feelings. En þá máttu vera viss það að undir niðri þá upplifir þessi einstaklingur kannski mjög sterkar eða jafnvel svona, hvað maður segja, kaotískar tilfinningar. And this is where we need to have compassion. Og þarna þurfum við að sýna samhygð. Even though it is difficult. Jafnvel þó að það sé erfitt. Next one, setting boundaries. Setja mörk, svo þriðja. It can be appropriate to let the challenging person know that you will respect, you intend to respect them, but that
then expect respect in return. Við getum látið hinn einstaklingin vita að þú virðir hann en að þú ætlist til þess að þú sért virtur að sama skapi á móti. This is like, it's very difficult to deal with a situation if we're not able to establish some kind of mutual respect. Það getur verið mjög erfitt að eiga í samskiptum þegar það ekki gagnkvæm virðing. So to be clear about that, that you both in what you say and the way you behave, you indicate respect. En með því hvað þú segir og hvernig þú hegðar þér, þá getur þú gefið til kynna virðingu. But also then to expect it in return. En þú ætlast til þess á móti. Oftentimes do not accept devaluation, aggression and attacks, especially not in the presence of others. Ekki láta ganga yfir þig með því að láta gera lítið úr þér eða með einhvers konar reiði eða árásum, sérstaklega ekki innan annað fólk. Even though we want to be compassionate, we want to be loving, there are some things that just are unacceptable and we should be clear about that. Jafnvel þó við viljum vera kærleiksrík og sýna skilning, að þá hegðun sem á ekki að líða. Sometimes you may have to make it clear that if the person does not respect your boundaries, then maybe you will have to limit or even refuse further contact. Og það getur verið að það sé viðeigandi að gera hinum einstaklingnum það ljóst að jafnvel að ef hann virðir ekki mörk þín, að þá munir þú þurfa að takmarka samskiptin eða jafnvel hafna frekari samskiptum. And then if you have set some kind of boundary, then stick to it. Og ef þú hefur sett slík mörk, þá þarf að halda það við þau. That makes it more predictable and can actually be make it more safe for the other person. Þar með verða samskiptin fyrirsjáanlegri og geta jafnvel verið öruggari fyrir hinn aðilann. Next, empathy. Næsti hlutur samkennd. Even though you may not agree with the person's views, you can recognize that, they seem to be angry, they seem to be unhappy, and you understand that. Jafnvel þó að þú sért ekki sammála viðhorfum hinnar persónunnar, að þá geturðu viðurkennt að hún virðist vera reið eða óhamingjusöm. You can recognize that it must be hard to be stuck in this negativity and strong emotions. Þú getur horfst í augu við það að það hlýtur að vera erfitt að vera fastur í þessari neikvæðni og sterku tilfinningum. You probably shouldn't say that to the person. Þú ættir ekkert endilega að segja það við viðkomandi. But in your own mind you can reflect on it and think about it. En í huga þínum þá geturðu hugsað það og íhugað. Sometimes when we succeed with empathy, can connect to empathy, that can really calm down something that can be a situation that can be very difficult. Þegar við nálgumst aðra með samkennd, að þá getur það oft leitt til þess að það kælir niður svona sprengjahættuna í samskiptunum. Sometimes, like it is with kids, challenging people just want to be heard. Og oft það þannig, rétt eins og með börnin, að fólk sem að erfitt, að það vill bara að þessi hlustað. But maybe they lack the ability, the skill to communicate that in an appropriate and more constructive manner. En þau skortir kannski hæfileikana og eiginleikana til þess að geta tjáð það með viðeigandi hætti. Sometimes we can be very understanding when we're dealing with kids. Stundum getum við verið mjög skilningsrík þegar við tökumst á við börn. We can be patient, we can be understanding, we can, even though they do things that are not appropriate. Við getum verið þolinmóð og skilningsrík, jafnvel þó þessi gera hluti sem óviðeigandi. So, but we understand that they just don't know how to have a better way to do it. Við skiljum að þau kunna bara ekki betri leiðir til þess að hegða sér eða koma framfæri hugsunum sínum. But sometimes we need to apply the same attitude and approach also when dealing with adults. En við þurfum ofta að beita sömu aðferðum og sýna sama skilning þegar við tökumst á við fullorðna. Sometimes when we're dealing with people, it can be a good idea not to say too much. Stundum mjög við hæfi að segja ekki of mikið. Not to enter into endless discussions. Ekki að fara inn í endalausar umræður. That don't go anywhere, that are not positive. Sem að leiða ekki til neins og eru ekki uppbyggilegar.
Sometimes these long conversations that can just make things more complicated. Stundum geta slíkar langar samræður bara gert hlutina flóknari. Sometimes it's very important to just be quite brief, be concise, be clear about what you are saying. Stundum best að vera bara stuttorður og draga hlutina saman og vera alveg skýr. Sometimes it can be a good idea to set even time limits to talks. Stundum við hæfi að setja ákveðin tímamörk á samtöl. Sometimes you say, well, we set aside 1 hour for a talk and then we stick to it. Og stundum gott að segja við skulum taka frá 1 klukkutíma fyrir samtalið og svo bara halda okkur við það. Because maybe if you go into the second, third, fourth hour, maybe actually you're just getting both tired and it's not constructive anymore. Þegar samtalið fyrir að teygja sig upp í 2-3 klukkutíma þá verða menn bara þreyttir og það kemur ekkert jákvætt eða uppbyggilegt út úr því. I think one thing that's a good advice is to talk rather than write. Og ég held að eitt annað sem mjög jákvætt það að tala frekar en að skrifa. When things get difficult, it's usually much better to be in a direct communication. Þegar hlutir eru erfiðir þá oft mikið betra að vera í beinum samskiptum. So being on the phone can be better than writing. Svo að tala í síma oft betra heldur en að skrifa. But the best thing is to meet face to face. En best auðvitað að hittast augliti til auglitis. Because there's so many other of the aspects of non-verbal communication that we can lose when we're just writing. Því það líka svo margir þættir í þessum í líkamstjáningunni sem við töpum þegar við skrifum bara. And if there is some kind of conflict, it's very likely that whatever you write will be misinterpreted. Og þegar að deila annars vegar þá mjög líklegt að hvað sem við skrifum að þá verður það mistúlkað. That's just because the nature of conflict is that we see things differently. Og það eiginlega eðli deilumála að við sjáum hlutina með ólíkum hætti. And I think therefore if one is able to meet face to face, it can be easier to get an understanding of one another. Og ég held að þegar við hittumst augliti til auglitis þá mikið betra að leysa þannig úr hlutunum. Sometimes it's necessary to take a stand. Og stundum held ég að sé mikilvægt að við tökum afstöðu. To treat people how they ought, or teach people how they ought to treat you. Og kenna fólki hvernig það hreinlega á að koma fram. Sometimes you just have to protect yourself and others. Stundum þarftu að verja sjálfan þig og aðra. There come times when protecting yourselves and protecting others assumes priority over continuing to be compassionate and understanding and patient with the difficult person. Og stundum þá þarf það að verja sjálfan þig eða aðra að vera í forgangi umfram það að sýna samkennd og samhygð. And sometimes it may even be necessary to expose the person or the person's behavior for the sake of yourself and others. Og stundum þá þarf og það nauðsynlegt að sýna hinni persónunni fram á hversu skaðleg hegðunin til þess að verja sjálfan þig eða aðra. This may seem very harsh. Og það kann að vera þetta virki harkalegt. But I think this is also actually is a biblical principle. En það ákveðið biblíuleg prinsip í þessu. That sometimes for the sake of the community, for the sake of the fellowship, we have to take a stand for the community against a person. Og stundum held ég að við þurfum vegna samfélagsins að taka afstöðu gegn slíkum einstaklingi til að verja samfélag. Then the last one is do not stand alone when you are in a difficult situation. Og síðasta ekki standa einn í erfiðum aðstæðum. Acknowledge what is difficult for you. Viðurkenndu hvað þér erfitt. That includes taking responsibility of your part in it. Og það felst líka í því að axla ábyrgð á þínum hlut í aðstæðunum. Also acknowledging all the emotions and thoughts that are difficult that come up in you. En viðurkenndu einnig allar tilfinningarnar og hugsanirnar sem koma upp hjá þér. Often to seek advice and support from someone who is a bit on the outside can be a very good idea. Að leita aðstoðar eða stuðnings frá persónu sem stendur utan við aðstæðurnar getur líka verið gott. Someone who is not too much involved emotionally neither in you or the other. Einhvern sem ekki of tilfinningalega tengdur þér eða öðrum. So it can be very good if you have a spouse or someone else to talk with.
Svo það getur verið mjög gott að eiga maka eða einhvern annan sem þú getur talað við. But usually it's good to have someone who is a bit more distant, who can give you feedback on how you are dealing with it and also telling you what you maybe should do differently. En það getur verið mjög gagnlegt að það sé einhver sem stendur utan við aðstæðurnar sem að getur bent þér á hvað þú geti gert öðruvísi eða hvernig þín hegðun getur verið að kynda undir aðstæðurnar. And then to be honest about all the thoughts and feelings that come up in you. Og líka það að vera heiðarlegur varðandi allar hugsanir og tilfinningar sem að bærast innra með þér. And the more you express and explore them together with someone on the outside, Og því meir sem þú tjáir þær og skoðar þeim, með einhverjum sem að stendur utan við, the less likely maybe you are in like acting it out in an inappropriate way in the meeting with the person. Því minni eru líkurnar á því að þú bregðist við með óeðlilegum hætti þegar þú ert á fundi með einstaklingnum. That's why, as when I went in training as a psychiatrist, and I'm sure you did too, Helgi. Og þess vegna það þegar ég var í þjálfun sem geðlæknir og þú sennilega líka, Helgi. Then we had supervisor that we would talk with. Þá höfðum við alltaf einhvern handleiðara sem við gátum talað við. And that's even though we are professionals, we recognize that we also get emotional about what we experience. Og þess vegna það þó svo að við séum fagfólk að þá getum við einnig fundið til tilfinninga varðandi það sem við upplifum. And then it's very important to have someone to talk with. Og þess vegna mjög mikilvægt að við höfum einhvern sem við getum talað við. Someone to express it to. Einhvern sem við getum tjáðað við. And someone who can challenge you back, question you back. Einhvern sem að getur verið þér áskorun og getur spurt þig spurninga og sett spurningamerki við það sem þú gerir. So you can process the feelings and thoughts that you have. Svo þú getur unnið úr þeim hugsunum og tilfinningum sem bærast innra með þér. In a way that you can go back to the patient or the situation or whatever it is, in a way and deal more maturely, more appropriately. Þannig að þú getur farið aftur í aðstæðurnar, hvort sem það er sjúklingurinn eða erfiðar aðstæður sem þú ert að kljást við og tekist á við þær með meira viðeigandi hætti. Those were the things that I wanted to present on this. I wanted to present more, but we don't have time. Þetta það sem ég langaði til að segja þetta. Ég hefði getað sagt meira en við höfum ekki tíma. So I don't know, Gavin, if we should have some questions or take a break. Nú tími fyrir spurningar, nokkra spurningar, einhverjir. If there are difficult questions, I will just help you to answer them. Ef það eru erfiðar spurningar, þá mun ég síðan bara beina þeim á gafin. Já, gjör svo vel. Erfiðum samskiptum. Þú ert í erfiðum samskiptum við eitthvað, kannski félag eða eitthvað og þú segir, heyrðu, við skulum ræða þetta í klukkutíma. Er það eitt svona dæmi sem maður geti tekið út af því að það virkar svolítið svona kalt ef maður er að tala við vin sinn og það er verið að fara aftur yfir einhver erfið mál að stilla því svona upp, tölum við til klukkutíma punktur. Er það normal? Er það lægi? Yes, this is not sort of a general advice to apply always. Þetta kannski ekki svona almenn ráðlegging í öllum aðstæðum. And I would say like in general, if you have a relationship and it's working, then definitely like not set limits. Og almennt í samskiptum ef að það eru eðlilega samskipti við, þú veist, eðlilegt fólk, þá er það ekki eðlilegt að setja einhver tímamörk á samskiptin. But this is just sort of an idea, something to think about in certain situations that might be something to consider. En þetta eitthvað sem að í svona sérstökum tilvikum eitthvað sem að gæti íhugað að beita. I want to ask where how does prayer fit into this? Both praying before the meeting or praying with the person within the meeting? Yes.
I think that, of course, when we get into difficult situations, we should pray a lot. Ég held að þegar við lendum í erfiðum aðstæðum þá ættum við að biðja mikið. Pray before the meeting, Biðja fyrir fundinum, pray after the meeting, biðja eftir fundin, pray with someone else. biðja með einhverjum öðrum. I think one should be a bit cautious when it comes to praying with the person in the meeting. Ég held að maður ætti að fara gætilega þegar kemur að því að biðja með einstaklingnum á fundinum. It's not wrong to do it, Það ekki rangt að gera það and if it's done in the appropriate way, it can be very good. og ef það gert með réttum hætti þá getur það verið mjög gagnlegt. But it can also, there's a risk that one can be, in a way, a bit emotional, abusive through prayer in such a situation. En það ákveðin áhætta við það að manni getur hætt til að vera tilfinningalega að misbeita einstaklingnum með því að vera að biðja í slíkum aðstæðum. Like maybe sometimes it can be tempting to sort of say the things that you didn't get to say in the discussion. Og stundi getur verið freistandi að fara að segja þá í bæninu hlutina sem maður ekki kom orðum að í samtalinu. And then you say it in the prayer. En svo segir maður það í bæninni. And then you're sort of taking God on your side as well. Og þá maður eiginlega farin að taka Guð með sér í lið. And that can be very hurtful to someone if they would experience that. Og það gæti sært einhvern með þeim hætti. Ég var ekki að meina, hann aðeins misskildi mig, ég var ekki að meina að maður ætti að biðja með einhverjum á svona erfiðum fundi því ég alveg sammála að það getur virkað mjög að, þú veist, ég sem Guð einhvern megin, en ég var bara að meina bara svona almennt í öllu sem maður að gera. Þegar maður lendir í erfiðum kringumstæðum má maður að kalla saman hóp og biðja fyrir málinu en hann búinn að svara því. Takk. Absolutely. And I think this also, like I said, one of the recommendations was to talk with someone on the outside. Og ég held að í þessum ráðleggingum mínum þegar ég talaði það að maður ætti að ræða við einhvern sem stendur utan við málið. I believe that God is available there also, that where we can pour out all our feelings, all our thoughts to God. Þá Guð líka alltaf til reiðubúinn að við getum hellt úr okkar tilfinningum og hugsunum yfir hann. And be open and receptive, try to be open and receptive to whatever God will tell us back. Og vera opinn og tilbúin að taka við öllu því sem Guð gæti sagt á móti. Fleiri spurningar? Einar, vildur þú segja eitthvað? Já, þú skildir þetta. Einar náðu þessu öllu. Þið getið talað við Einar á eftir ef það eitthvað spurningar. Anna, gjör svo vel. I think usually we want to think that these people that act in this difficult way that you were saying, that they are bad people. Stundum hættir okkur við að hugsa kannski fólk sem hegða sig með svona erfiðum hætti að það sé vont fólk. But do you want to say that they are rather sick than bad? Or are no one bad? En ertu frekar að segja að fólki sé veikt frekar en vont? Engin vondur? Well, I think it's very important this to be very cautious about labeling someone as bad people. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við förum gætilega í það að stimpla einhvern sem vont fólk. What we're generally dealing with people who are struggling. Við erum almennt að tala fólk sem að kljást við eitthvað. And we are all struggling. Og við erum öll að kljást við eitthvað. But I'm also a bit hesitant about labeling people as sick. En ég svolítið tregur svona til að stimpla fólk sem veikt líka. Because I think that within what is normal, there's a potential for a lot of problems and complications and even at times badness and evil. En ég held að innan alls þess sem við köllum eðlilegt eða normal, að þá pláss fyrir mjög margt sem mikla fjölbreytni, jafnvel líka eitthvað sem illt eða vont.
Well, I think our society today, if something is very deviant, we are quite quick to label it as being sick. Og ég held að í samfélaginu í dag, leið og eitthvað aðeins á skjön við það sem við erum vön, að þá erum mjög fljót að stimpla það sem veikindi. Some 2011, in Norway, we had this Norwegian guy who blew up the bomb in Oslo and then shot a lot of young people. 2011 þá upplifum við það að það var þessi maður í Noregi sem að sprengdi mikla sprengju og skaut mikið af ungu fólki. It was called Breivik, was his name. Hann var Breivik, það er það sem hann heitir. And then that triggered a huge discussion in the society and also within psychiatry in Norway. Og þetta, í kjölfarið upphófust miklar umræður þetta bæði meðal geðlækna og í samfélaginu. Sort of, is this person sick or is this within normal? Og spurningin var þessi maður veikur eða þetta innan þess sem við getum kallað eðlilegt? And there was some psychiatrists, they thought he was schizophrenic. Sumir geðlæknar töldu manninn vera geðklofa. Others said he had a severe personality disturbance disorder. Og aðrir töldu hann vera með mjög alvarlega persónuröskun. And even though I didn't examine him, I think they were right, the ones who said that this was about personality, not being sick in the sense of a psychosis. Og ég held að ég var sammála þeim sem töldu að þetta væri persónuleika vandamál en ekki að maðurinn væri veikur. And I think sometimes we are reluctant to acknowledge how bad we as people can be and still be within normal. Stundum erum við mjög treg til að viðurkenna hversu ill við manneskjurnar getum verið og samt erum við innan þess sem eðlilegt. So, but I think I get your point in sort of say that often when we are dealing with people who are deviant, who are even do bad things, to try to be understanding that it's probably because they are struggling themselves a lot. Ég held að þegar við erum að takast á við fólk sem á skjön við það venjulega og jafnvel gerir illskeita og illa hluti, að þá þurfum við samt að hafa í huga að þau eru líka að kljást við sín eigin vandamál. But oftentimes we do not know what they're struggling with. We do not know their history. En oftar en ekki vitum við ekki hvað það sem þau kljást við. Við þekkjum ekki sögu þeirra. And that's something that I've experienced when working with patients. Og þetta eitthvað sem ég hef upplifað þegar ég starfa með sjúklingum. Sometimes you have patients that come and tell about that they've done bad things. Og stundum kemur fólk til mann sem segir að það hafi gert ljóta hluti. But when they start telling their story, when you understand what kind of issues they've been struggling with, then sometimes that changes a lot in terms of being able to be compassionate despite the bad things they've done. En þegar það hefur tækifæri til þess að segja frá hlutunum, að þá getur það breytt mjög miklu og það getur jafnvel fundið til annarra kenda í tengslum með það sem það hefur gerst. So therefore I think whenever we encounter difficulties in relationships like this, let's sort of try always to think that there is probably a reason. It's not a good reason in the sense that it justifies the bad behavior, but there are often significant reasons why people do what they do. En þegar við lendum í slíkum erfiðleikum að þá held ég að það sé best að við höfum það í huga að það eitthvað sem liggur að baki hegðuninni og það ástæða fyrir því að fólk hegðar sér með þessum hætti sem það gerir. But very often we don't know everything, and there's usually some things we don't know, or maybe not anyone else know, and maybe even the person himself, herself is not aware of what's actually going on. En líka hafa það í huga að við vitum ekkert hvað það sem hefur gengið á, við þekkjum ekki söguna alla og jafnvel er einstaklingurinn sjálfur ekkert alltaf meðvitaður það hvernig fortíðin hefur átt áhrif. So there and then. Sonja og svo Melanie. Já, ég sit hérna með svona einhverju frá Matteus, ég held að sé 24, það sem í lok veraldar munu kærleikurinn kólna. Mér finnst það erfitt að setja það inn í þessi hugmyndafræði að það sé alltaf eitthvað sem hefur valdið þess að þau yrðu svona eða hvort þetta sé bara andi tímans.
Yeah. I think that the way I would read that text is Ég held að leiðin sem að ég myndi nota til að lesa þann texta that I think that by living in a society that is corrupted, Ég held að með því að lifa í samfélagi sem spillt, by living in that we are corrupted. að með því að lifa í því þá erum við sjálf spillt. And in that sense, that's the way I think when I look at society and the way people are struggling and suffering today, Og ég held að þegar við lítum á samfélagið og hvernig fólk að kljást og glíma við hluti, I think at the present, I think the devil is very successful in destroying society and through that destroying our lives. og ég held að með þeim hætti sjáum við að djöfullinn hann mjög árangusríkur í því að eyðileggja samfélag og sambönd og samskipti. And I think that makes sense in sort of an end time perspective also. Og ég held að það passi vel inn í þessar hugmyndir lokatíman. That evil is less and less limited. Að ílskan takmörkuð í minna og minni mæli. It comes to more expression. Hún kemur betur fram og upp á yfirborðið. And I think that's sort of when evil becomes strong, there's not much room for love anymore. Og ég held að þegar ílskan styrkist að þá minna pláss fyrir kærleikann. And I think that's happening in our society. Og ég held að það sé að gerast í samfélaginu okkar. What we see that many of the mental disorders are on the rise. Við sjáum að margir geðsjúkdómar mjög vaxandi. And I'm fearful about the future. Ég óttast framtíðina. Because there's just more and more people struggling, and we just don't have the capacity as professionals to help everyone who needs help. Og það alltaf fleiri og fleiri sem að ströggla og eiga í erfiðleikum, og við sem fagfólk við höfum alltaf minni og minni tækifæri til þess að sinna öllum sem þurfa. I think that's something we are seeing. Þetta þetta þróunin sem við sjáum. And I think that's where we as a church, as Christians, we should do what we can to counter those trends. Og ég held að það sé það sem við sem kristið fólk ættum að gera til að sporna gegn þessari þróun. I think we have a role in trying to help people who are struggling. Ég held að við höfum hlutverk þegar kemur að því að hjálpa fólki sem að kljást við vandamál. And when love has gone cold, og þegar kærleikurinn hefur kólnað, I think that there's possible to revive it. Þá held ég að sé ennþá möguleiki að blása líf í hann. But I think that's often people, in order to become loving, they have to experience love first. Ég held að til þess að fólk geti orðið kærleiksríkt þá þarf það að upplifa kærleikan fyrst. And I think that's where it's so important that we in our churches, the way we treat one another, the way we operate, that we are places where people are loving and caring. Og ég held að sé svo mikilvægt að við sem kirkja við séum slíkur staður þar sem að við kærleiksrík og umhyggjufull. The greatest tragedy is when love grows cold within our church. Og ég held að þegar kærleikurinn kólnar innan kirkjunar. And in a way that shouldn't surprise us when that happens, because we are living, we're part of this society, all of us. En þetta ætti kannski ekki koma okkur á óvart að það geti gerst líka innan kirkjunar því að við búum í þessu samfélagi. So unless we intentionally counter that, unless we seek God and let God change our hearts, that is what is going to happen in our churches. En ég held að þegar við leitumst eftir því að þetta gerist markvisst og við leyfum Guði að breyta okkur, þá það sem gerist í kirkjunum, að þær geta orðið kærleiksríkari. Melanie. I was reading an article the other day. Ég var að lesa grein daginn. And it was a mother writing about her 8-year-old daughter. Það var kona sem skrifaði 8 ára stúlku sína, dóttur sína. Who had asked
to be allowed to be on a social media chat, something or other. sem dóttirinn hafði óskað eftir leyfi, já, sem hafði óskað eftir því að fá að vera á samfélagsmiðlum, Something called Musical.ly, music.ly, Musical.ly. eitthvað sem heitir Musical.ly. Never heard of it. And the daughter said, "Oh, please, mummy, all the other kids, blah blah blah." Og dóttirinn sagði, mamma, leyfðu mér að gera þetta, allir hinir krakkarnir eru þarna. But her mother was a bit cautious, and she decided to check it out herself a bit first. Og mamman, hún var svolítið varkár og hún vildi skoða þetta fyrst sjálf. So she made up an account for herself Svo hún skráði sig sjálf þarna inn and started looking. og byrjaði að skoða. And what she found was very scary. Og það sem að hún varð vísari, það hræddi hana mjög. Because what she was seeing there were, this is 8, 9, 10-year-old kids. Þetta voru 8, 9, 10 ára krakkar. And there were all kinds of hashtags, posting their own faces, #ugly. Og þarna voru börnin að setja inn myndir af sjálfum sér og voru með millumerki við þetta, svona ljótur og fleiri þeimdur. And all kinds of inappropriate sexual innuendos. Og alls kyns óviðeigandi svona tilvísanir í kynlíf og kynferði. And subgroups where they were self-harming. Og þarna voru undirhópar þar sem að börnin voru að skaða sjálf sig. And it's just totally mind-blowing to think that these children are having access to this kind of stuff. Og það er skelfilegt til þess að hugsa að börn hafi aðgang að þessum hlutum. And maybe the most scary thing is that often that's happening and the parents have no idea. Og það sem kannski skelfir mest að ofta á sér þetta stað án þess að foreldrarnir hafi hugmynd um það. So then maybe you do sometimes get the situations where the parents are good parents, but because of the influence of all this social media that the parents have no idea about. Og oft geta þetta verið góðir foreldrar en vegna áhrifa samfélagsmiðla sem foreldrarnir hafi ekki hugmynd um. Then the children start getting all kinds of problems, mental problems, because of these things. Að þá geta börnin fengið allskyns, glímt við allskyns vandamál og geðræn vandamál vegna svona hluta. So there are so many influences in the world today where sometimes parents just have no idea what's going on. Og það oft svo mikil áhrif sem koma frá heiminum sem foreldrar hafi ekki hugmynd um. And I just want to mention one other thing, sorry. Mér langar að nefna eitt í viðbót. Because you were talking about this morning, how do you word it? Edible food-like substances. Yeah. Að þú varst að tala í morgun æta matarlíki. That I am sure that children who don't get appropriate nutrition, that this will affect their emotions and their mentalities and affect in many different ways. Ég sannfærður það að börn sem fá ekki rétta næringu það mun hafa áhrif á geðhag þeirra og lundarfara á margvíslegan hátt. Because everything's connected. Já. So there are so many challenges. Og það eru svo margar áskoranir. Patrick. And then... You seem to have been hinting at the main problems within our churches are more psychological than theological. Og þá hefur verið að gefa í skyn að megin vandamál okkar í kirkjunni séu frekar sálfræðilegs eðlis heldur en guðfræðilegs eðlis. And in my experience as a pastor, that's often been the case. Og reynsla mín sem prests það oft tilfellið. But the challenge in the church is that it presents itself as theological, and that's what we argue about.
En vandamálið í kirkjunni að þetta birtist oft sem guðfræðileg vandamál og það sem við rýmumst So a quick question on boundaries. How long do we allow that to go before we say no or Stutt stop spurning. or something? Because that for me is my experience in the church. There are people that will hammer on one thing all the time and it just causes havoc. So Og how do you spurningin put a hversu boundary lengi there? leifum við slíkum umræðum eiga sér stað áður en við segjum bara nú er komið nóg. Og því það reynsla mín að það oft fólk sem hamrar á sama hlutnum aftur og aftur. Yes, I agree with you very much, Patrick, in that I believe that a lot of the issues that we are struggling with are maybe they take the form and shape of theological controversy. Ég sammálaður Patrik að það oft sem að vandamálum sem við kljáumst við, þau birtast eða eiga sér birtingamynd eins og þessi guðfræðilegs eðlis. And we continue to fight and fight and fight, Og við höldum áfram að rífast og rífast og rífast. not really getting anywhere, Án þess að komast neitt áfram. because the battle we are fighting is not what it's really about. Því að baráttan sem við erum að glíma við ekki það sem að þetta snýst It's about something else. Hún snýst eitthvað annað. But probably something else that is much more difficult to deal with Eitthvað annað sem miklu erfiðar að kljást við and acknowledge. og viðurkenna. For example, I think that oftentimes when we are struggling and fighting on theological issues, it can be really more a issue of trust. Ég held að oft þegar við erum að kljást og rífast guðfræðileg málefni að þá snýst það í grunninn meir traust. That when someone takes a different opinion or understanding of something, then that becomes sort of a threat towards us in some way, our identity. Þegar einhver tekur einhverja aðra afstöðu heldur við að þá upplifum við það sem einhvers konar ógn gagnvart okkar sjálfsmynd, jafnvel. And then, for example, because of that, maybe we're not able to trust anymore, we're not able to have a constructive dialogue. Og þá erum við hætt að geta treyst og við erum hætt að geta átt uppbyggilegt samtal. And we can blow this, which can be a minor theological issue, up beyond any sensible proportion. Og það hægt að blása eitthvað lítið trúarlegt eða guðfræðilegt atriði algjörlega út úr öllu samhengi. But it's when it is a psychological issue. En þegar þetta sálfræðilegt vandamál, It's very difficult to get a grip on it unless we have a culture where we actually are willing to be open and vulnerable and deal with what's maybe really are the underlying threats in it. Og það getur verið erfitt að leysa úr slíku nema við höfum einhverja hefð hvað það varðar að vera opinská og tilbúin til þess að ræða hlutina á þeim nótum líka. So of course, when you take a psychiatrist or psychologist to analyze the problem, En auðvitað þegar þú ætlar að fá sálfræðinga eða geðlækni til þess að greina eitthvað, chances are you will get the answer that, well, it is a psychological problem. það var náttúrulega mjög líklegt að vandamáli hljótið að verða sálfræðilegs eðlis. So, but I'm glad the theologian agrees with the psychiatrist. En ef guðfræðingur sammála geðlækni, I think theology is important. ég held að guðfræði sé mjög mikilvæg. And I think it's important that we assess our theology in terms of, does it generate health or not? Og ég held að það sé mikilvægt að við greinum guðfræðin okkar út frá því hvort að hún stuðli að heilbrigði eða ekki. And then not just sort of physical health, but relational health. En ekki bara líkamlegri heilsu, heldur líka heilsu í samskiptum og samböndum And mental health. og geðheilsu. So, but I really wish that we as a church, that we sort of would be, it's dangerous to say this, Ég vildi óska þess að við værum kirkja sem væri, og það hættulegt að segja það, but maybe if we would be a bit less theological and a bit more relational. að við værum örlítið minna guðfræðileg og örlítið meira samskiptaleg. Sort of, we have 1 Corinthians 13 says, well, if you have all knowledge, everything, but don't have love, En 1. Korinthubréf 13. kapli segir að ef þú átt alla þekkingu en átt ekki kærleika, then it doesn't really matter, it doesn't have a value. þá skiptir það engu máli, þá það einskis virði.
I think that's something where we can question ourselves sometimes. Og ég held að þarna getum við svona spurt okkur svolítið spurninga stundum. When we are fighting each other so severely on theological issues Að þegar að við erum farin að rífast jafnvel guðfræðileg efni, that it destroys our relationship. að þá skemmir það samböndin okkar. Maybe it ends up being a church where it's not nice to be. Að það getur enda með því að vera kirkja sem ekki gott að vera. Then we are on the wrong track. Og þá erum við á rangri leið. So I have a dream Ég á mér draum that churches should be places where it's simply just nice to be. að kirkjur séu staðir þar sem að gott að vera. It's simple, Þetta er voða einfalt. but just imagine how nice that would be. En þið getur rétt ímyndað ykkur hversu gott það væri. And if we could accomplish that, our churches would be attractive places to come to also. En ef þetta tekst, þá getur kirkjurnar okkar verið staður þar sem er gott að koma og gott að vera. Because as we talked, that there are so many people in our societies today that are suffering, that are struggling. Það er svo mikið af fólki í samfélaginu okkar hérna úti sem að líður og er að kljást. And they need somewhere to go where it is nice, Og það þarfnast einhver staðar þar sem er gott að koma. where they can be cared for, where they will be respected, Þar sem að er hlúð að því og þar sem þau eru virt. however difficult they are or however divergent they are in some matter. Hversu erfið sem við kunnum að vera eða ólík eða fjölbreytt. I think the Bible is very clear, and that's the way it should be. Biblían er mjög skýr hvað þetta varðar og það er þannig sem þetta á að vera. So how do we get there? Svo hvernig komumst við þangað? Ok, stoppum hér. Já, og við tökum pásu í 5 til 10 mínútur eitthvað svoleiðis og þá förum við í næsta efni sem er fyrirgefningin.